gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Skotveiðifélag Reykjavíkur og nágrennis gagnrýnir harðlega nýgenginn úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sem felldi úr gildi starfsleyfi félagsins á dögunum fyrir skotæfingasvæði í Álfsnesi. Og við höfum fjallað þetta mál. Hér voru nokkrir íbúar og hljóðverkfræðingur í umræðum þetta mál á dögunum á Samstöðinni. Og þau fögnuðu niðurstöðunni en það nú ekki hægt að segja það sama skotveiðimenn. Og hingað eru komnir Áki Ármann Jónsson, þú ert formaður Skotvís, velkomin. Takk. Og Róbert Reynisson, formaður Skotveiðifélags Reykjavíkur og nágrennis, ekki satt? Jú, takk. Eigum að byrja á því að fá að vita hvers vegna þið eru svona ósáttir við þennan úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Hvor ykkar vill taka þann bolta? Ég skal bara byrja á því, sko. Já. Það fyrst þegar ég las úrskurðinn þá hélt ég að úrskurðarnefndin væri að gagnrýna hér fyrir að hafa ekki skilað inn hljóðupptöku frá hljóðmælingur á 2022. Og það væri verið að fella úrskurðinn á því, sko, en síðan las ég þetta nú betur yfir aftur og þá kemur við ljós að þarna eru hljóðmælingar, eins og þið segja, þrátt fyrir að séu hljóðmælingar á vegum hér, samkvæmt nýju reglunum og öllum opinberum mælingum og það séu allar undir mæling, öllum viðmiðum, að þá sé samt hort á 6 ára gamla mælingar sem voru gerðar fyrir breytingu á skotvellinum til þess að fá misvísandi mælingar og þannig fellur úrskurðurinn. Og þannig finnst þú að vera ansi langt seilst, svo ekki sé meira sagt. Já, það er kannski ágætt að rifja það upp fyrir ykkur áhorfendum og hlustendum að deilan snýst hávaða, hún snýst hvort það er óþolandi röskun fyrir íbúana að búa við þessa skotkvelli. En þú vilt semst meina það að þessi mæling hún sé kolvitlaus í þeim skilningi að hún hefði þá þurft að fara fram nýverið eða hvað? Já, sko, úrskurðarnefndin segir að af því að þessar hljóðmælingar séu misvísandi, sem að er náttúrulega bara í eðli sínu þannig að hljóðmælingar eru alltaf misvísandi. Þú nærð aldrei að mæla hljóð nákvæmlega eins, þannig að þetta er bara háð umhverfisaðstæðum og vindi og öðru. Og þess vegna til dæmis í Skandinavíu þá eru menn hættir að mæla hljóð í svona skotvelli, þetta er reiknað út. Þannig að það var bara sett formúla, hvað er langt í þetta hús, hvað er sem sagt hvað hávaði kemur úr byssunni til að byrja með. Já. Og síðan eru hljóðmannir, eru klædd skothús, hvað er annað sem dempa hljóðið og þetta er bara reiknað út. Og að vísa til þess að hljóðmælingar hafi verið mísið, það er bara sko í eðli sínu, þær eru það. Og er þá ekki betra að taka nýrri hljóðmælingar, gerðar á opinberum aðilum, heldur hljóðmælingar gerðar af sérfræðing á vegum hagsmunaaðila. Og sá sérfræðingur sem að ég hafði heyrt bara gott af hingað til og við leituðum með sér til að aðstofa okkur við að gera hljóðmælingar okkar eigin vegum. Að mér brá nú bara dálítið hans málflutningur, vegna þess að hann fór svona dálítið yfir strikið fannst mér sem sérfræðingur og fagaðili. Hann fór að að bera þetta saman við Gamlárskvöld, sem er alltaf bara, ég veit ekki hvar hann er á Gamlárskvöld, vegna þess að þannig var hann að mæla 70 til 80 decibel hæst, en á Gamlárskvöldi eru að tala 100 til 130 decibel og alltaf miklu meiri hávaði og læti, sko. En eitthvað að vísa til, Róbert, einhverja sænskra leiðar eða sænsks vinnulags, ekki satt? Jú. Það er lýsandi þeirra svolítið, sko, og kannski að segja það að akkur þá ekki, svo nú í dag eru notaðar þessar, eins og hann er að tala hann áki, það eru leiðbeiningar sem akkur ekki nota þær leiðbeiningar sem þeir fara eftir þá, að mæla þetta að reikna út hljóðið. Akkur hefur við látið nota þetta gamlar aðferðir þegar hljóðmæla með hljóðnumum. Það eru alls konar utanaðkomandi hljóð sem koma, það eru flugvélar, það eru þegar ég var til þessu mælingar hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar þeir voru að mæla þá var ég skotmaður með þeim og
við þurftum að marg ítrekka að stoppa mælingar vegna þess að það voru hérna listflugvélar fyrir ofan okkur sem voru með alls konar draunur og læti eins og þær eru nú hávaðasamar og þá var ekki hægt að mæla út af því að það yfirgnæði skothvellina. En þetta leyft þarna og þannig að þetta að séu sem sagt listflugvélar þarna og þeir gera engar athugasemdir við það. Nei. En svo skilst manni að rannsóknir sýnir líka að ófyrirsjáanleikinn að þau viti aldrei hvenær þau heyri skothvell og hvenær ekki sem að setjast að svona eitthvað stress að hann sé mikið vandamál og það er líka sagt að viðhorf til hávaða skipti mjög miklu máli bara upp á það hvernig manni svona líður í sálinni þannig að ég ætla að spýja frekar nálægt Reykjavíkurflugvelli og ég bara veit að þarna er flugumferð og viðhorf mitt til hávaðan sem fylgir flugvélum er kannski annað heldur en að það kemur eitthvað svona mjög óreglulegt hjá nágrannanum. Já, það er náttúrulega sko, þú talar náttúrulega fyrir sjáanleika sko. Þannig að ef að þú flýtur á svæðið og það er skotullur hana, gerum við ekki ráð fyrir að séu skotkvöllir. En eitthvað var nú að mýbúið sem voru þarna og svo kemur skotsvæðið. Já. Líka það sko, en það er líka sko heilbrigðiseftirlitið og opinber stjórnvöld gera ráð fyrir þessu, það er gefin út viðmið hvað sé heilsuspillandi og hvað sé óþægilegt og hvað sér og það eru þessar leikreglur sem eru settar sem að okkur ber að fara eftir og þær þurfa að vera ljósar í byrjun, annað er ósanngjarnt og í þessu tilfelli þá var hendana inn á leikvanginn sæmskum reglum sem á eftir að staðfæra og þýða og það er sagt við staðbundið heilbrigðiseftirlit að þau að gera það. Þetta er náttúrulega bara mjög ankannarleg stjórnsýsla og líka það að hann alltaf verið að skamma fólk fyrir að fara út fyrir lög. Það er lagaramminn settur og síðan eru settar reglugerðir og þá mátt ekki fara með reglugerð út fyrir lagarammann. En það virðist ekki eiga við sænska leiðbeiningar. Það má henda þeim inn hvar sem er og fara til þeim á nokkurs fyrirvara eða umsagnaði eins aðan eins og bara sem manni sem hafi vann í stjórnsýslu 25 ár, ég skil þetta ekki. Nei, þú ert að vísa til starfana í Umhverfisstofnunar sem þú fórst náttúrulega veiðistjóri einu sinni. Já, og síðan vann ég hjá Umhverfisstofnun í 10 ár, nei meira 15 ár sem sviðstjóri. Þannig að þér sýnist að þið opinbera hafi bara á mannamáli skitið á sig í þessu máli? Já, ég held að það hafi fólk bara látið undan einhverjum þrýstingi sko, á þess að huga að það stendur nú bara í bréfinu frá Umhverfisstofnun og bendir hér á að fara eftir þessum sænsku leiðbeiningum og bara vefslóð. En íbúarnir telja nefnilega að sko tala svolítið skotveiðum en eins og svona forréttindahóp sem að hafi haft ítök í kerfinu og hafi notið ómiklar virðingar og þannig að þarna stendur alveg stál í stál. Það er kannski búið til eitt þátt þar sem að þið hittist þið og íbúar. Það er bara ekki rétt hjá mig. Við erum ekkert við eitthvað ítök í kerfinu. Við erum bara förum eftir okkar leikreglum sem okkur eru settar hverju sinni og höfum þetta að gera það og ég var svo að tala um þetta áðan með þetta kemur alltaf íbúðunum á óvart hvernig skotkvöllinni koma. Þeir virðast nú alveg vera með það á hreinu hvernig við höfum opið og erum með það þess að þeir tala alltaf sem leyfilega opnunartíma sem við höfum leyfi til þess að hafa opið. Við höfum leyfi til þess að hafa frá 10 á morgnana en við höfum aðra opið frá það er opið 2 daga í viku frá 17 til 21. Hina dagana er lokað í viðri viku. Svo erum við opið á laugardögum frá 10 til 15 og leyfilegur opnunartími á einni viku. Ég tók hann saman bara ég fór að hugsa þetta hvað var að eiginlega meina. Við varum svo opið með svo langan opnunartíma. En leyfilegur opnunartími okkur er 46 klukkustundir á viku en við erum opið í 13 klukkutíma. Þannig að þetta er nú allt og sumt og eitt enn, það er í 8 mánuði ári erum við opið bara 5 klukkutíma á viku. Þannig að þetta er ekkert rosalega mikill hávæði, allir þessi hávæði sem þau eru að blása út í þetta, að það er ekkert svo mikill hávæði. Eða hljóðmengun frá okkur. Ertu þá að segja að þið hafið nú þegar komið á móts við íbúana með því að stytta opnunartímann? Og við höfum snúið skotvöllum, einu velli, og það er áfæmum að snúa öðrum. Og þegar við vorum með mælingar 2022, þá mældist ekki hávæði eða hljóð frá velli 4 hjá okkur.
það mældast ekki hinum einn. Og það var settar hljóð ísóksplötur í skothúsin til að draga þessi hljóði og það samkvæmt mælingum þá dreifur það úr hljóðunum 13 til 25 decibel og það eru ég fór á fund með kollegum mínum í Árhúsum núna í haust og þar var farið í gegnum með hvaða aðgerð hægt að grípa til að nota skot sem að gefa frá sem minni hávaða og gera hljóðmannir og hljóðísóksplötur og þetta erum við alltaf að vinna í af því að náttúrulega það er ekki okkur í hag að vera að espa upp einhverja nágranna og vera með leiðindi. Við viljum minnka hljóðið eins og mikið og hægt er með þeim aðgerðum sem að en eins og ég segi, bara leikregluna þurfa alltaf ljósar í byrjun þegar við erum að sækja starfsleyfi. Það er ósanngjarnt að henda inn á leikvangin nýjum reglum þegar við fórum í gegnum þessa kæru og var komið deiluskipulag og aðskipulag, já. Við fylltum við skilunum vatnslót, já, við erum ekki með neina mengandi starfsemi, það er ekki notað blý, það er ekki notað PAH í leirdúfum sem er krabbameinsvaldandi og sem er hljóðið, það var búið að mæla það á opinberum aðilum, bæði með sænsku aðferðinni og gömlu aðferðinni og við vorum undir mörkum í báðum tilvikum. Þannig að þegar við horfum á kæruna þá sem bara þetta, við bara uppfyllum allt við þurfum ekki einu að svara þessari kæru. Og hvað stendur málið núna eftir að úrskurður féll? Það er, við getum gert tvennt, það er að sækja aftur starfsleyfi. Á sama stað? Já, og síðan sækja þá hjá Orku umhverfisstofnun til að halda starfseminni áfram. Eins og SR gerði og er með undan þá út árið, þannig að við ætlum bara að sjá hvernig ykkar starfsleyfi fer. Hvað úrskurðarnefndin, þetta verður kersasöður og við ætlum bara að sjá hvað úrskurðarnefndin finnur upp á. Þeir áttu alveg vona því að þetta myndi fara svona. Ég sagði, nei, hafði ekki áhyggjur. Við erum alltaf á hreinu. Ég er nú búin að vinna í þessu 25 ára. Ég sé ekkert sem getur stoppað þetta. Nei. Ef þessi úrskurður er kærður, er það fyrir dómstólum? Nei. Þessi úrskurðin er kærður, nú er bara búið að fella starfsleyfi úr gildi. Við þurfum að sækja það aftur. Þið eru hættir að skjóta? Já. Og það er það sem kom náttúrulega fram á þessu fundi með mínum kollegum í Árásum að þegar ég fór yfir þessa sögu að þeir áttu ekki til orð. Þeir sem bara, var eitthvað aðalskipulags, bara eitthvað svona prótókoll í ólægi. Þá fáum við bara undan þá strax og með að vera að kippa því í lagi. Er eitthvað deilum eitthvað hljóð, þá er bara undan þá til að búið að leysa á því. Það er ekki fellt starfsleyfi og gildi í marga mánuði eða ár út af einhverju svona lagatæknilegu matriðu. Það er engin meðalhófsregla í þessu. Úrskurðarnefndin þeir geta beinti til að mæla hljóðið aftur og eitthvað svona því að það eru líka skilir í starfsleyfinu að það eigi að gera það. Og ef við erum langt yfir þeim viðmiðum sem er gefið upp að þá er þetta að fella starfsleyfi og gildi. Það að gefa okkur umþáttunartíma til að bregðast í því. Þannig að þetta er mjög harkaleg aðgerð og fram úr öllu hófi. Þetta er alveg svart og hvítt, það sem þið segið og það sem íbúarnir segja. Og ég er að velta fyrir mér Róbert, hvort þetta er ekki eiginlega bara vonlaus staða að vera í svona mikilli óvild, finna fyrir svona mikla óvild frá íbúum, er ekki bara skást úr því sem komið að þið bara flytið bækistöðvar ykkar og því að annars yrði bara linnulaust stríð einhvern veginn. Jú, þetta er alltaf best að við séum í sátt og samlyndi við alla og að færa svæði kostar alltaf gríðarlega fjármuni. Þetta er búið að byggja þetta svæði upp á 20 árum og kostar gríðarlega fjármuni og við sem erum félagskapur sem er bara það er allt ekki í sjálfboðavinnu hjá okkur og öll vinna sem fer fram í sjálfboðavinnu. Þannig að við höfum kannski ekki alveg endalaust fjármagn til að færa svona skotsvæði. Þetta kostar fleiri 100 milljónir að færa svona skotsvæði. Og við ætlum að fara að gera það, þá þarf alltaf að finna annað svæði. Og meðan það svæði, við vitum alltaf hvað tekur langan tíma að finna bara nýtt svæði og það var nú sett og nefnt sem var vegur Reykjavíkurborgar á laggirnar og hún átti að finna svæði og þeir leitið út allt og fundið ykkur svæði en þið voru öll slegið undir borðinu út af því að
Þetta var einhvern vatnsfældarsvæði eða alltaf nálagt í einhverjum sumarbústöðum eða íbúðum eða einhvers staðar eða bara hentuðu ekki í þetta. Og það kom svo niðurstaða að þetta væri Árstein sem væri sennilega besta svæði fyrir þetta sko. En auðvitað er þetta aðlaga þetta svæði að okkur ef við fáum einhvern frið til þess að gera það. Við erum alltaf með starfslið sem bara kannski til 2 ára og þá ertu ekki að búa til einhverja fleiri margra milljón krónar hljóðmannir til þess að verja svæðið. Þannig að þá þarfum við kannski að hafa einhvern aðeins rýmri tíma í það og kannski fá einhvern tíma, eða fá einhvern starfslið sem þá til lengri tíma sem við getum aðlaga okkur aðstæðum. Já. En eru þið semst núna, er planið ykkar það að reyna að hnekkja þessum úrskurði og halda áfram þarna í Álfsnesinu? Það sjálfsögum. Við höfum ekkert annað svæði, þá verðum við að gera það því þetta er alltaf gríðarlega mikilvægt fyrir skotveiðimenn að hafa æfingasvæði. Og hann er mikið að nýliðum sem koma sem hefur nýbúinir að taka skotveiðileyfi og því námskeið sem fylgja því að það er gríðarlega mikilvægt að menn hafi æfingasvæði þess að æfa sig. Já. Því þú verður aldrei meistari og skjóta inn í skoti. Nei. Þú verður að skjóta svolítið oftar til þess að og þetta er alltaf mikil bara og við erum félagarnir eru 1600 hérna hjá skotrein og sem 800 félagsmenn yfir í SR. Þannig að þetta er ekkert lítið félag. Nei. En ef þú ættir þessa peninga eða kemur bara opinber fjárstyrkur til þess að flytja starfsemina, myndirðu þá bara að segja ok, þetta er það besta sem hægt er að gera í stöðinni, það er bara kasta inn handklæðinu og vera á svæðum þar sem að fólk vill að við séum að okkur. Já, við erum sko náttúrulega framtíðarsýnin og framtíðartónlistin er náttúrulega, það kemur Sundabrautana yfir. Þannig að leið og hún fer í framkvæmdir þá verður svæðið tekið á hvort þið er. Og þá er náttúrulega okkar framtíðarsýn svo að sameina þetta SR-svæðinu sem er aðeins niðar og þar verði byggðar upp stóra hljóðmannir og náttúrulega nota tækifæri að það þarf að flytja gríðarlegt magn af jarðefnum í burtu. Þannig að við erum að tala um að þið viljið fá að skjóta þarna nokkur ári viðbót. Sko, við erum með starfsleyfið til 2028. Já. Og þá er það að færa sko minnka kolefnislosun sko með að keyra bara niður með öll jarðefni sem að vera tekið við Sundabrautina og setja í hljóðmannir kringum SR-svæðið og það okkar svæðið saman og þá er þetta minnka náttúrulega sko hljóðið gríðarlega þannig að fólk verður alltaf vart við það. Það er svona okkar framtíðarsýn, það væri gott fyrir alla og þessum fundi í Árósum þá var einmitt talað um það sem að vera að taka svona jarðefni eins og eru þannig sem eru menguð og enginn veit hvað er í og þá er að fara sem stysta leið og byggja hljóðmanni fyrir skotveiði. Það græði allir á því. Þannig að það er okkar framtíðarsýn. Já. En sko, er ekki líklegt að þessi hljóðverkfræðingur að hann sé bara að vinna vinnuna sína eins og hann telur best að vinnana er ekki, eins og ég segi, það er bara verið fínt að hafa hann hérna í þættinum og kannski eftir að hittast einhvern tímann í öðrum þætti. En er einhver ástæða að ætla sér að hann sé með eitthvað svona mjöl í bókahotninu? Er hann ekki bara að vinna sem fagmaður, sem hljóðverkfræðingur? Jú, kannski, hann hefði kannski þá, finnst mér svona, hann hefði átt að taka nýja mælingu. Af því þetta er mæling síðan 2019 og hann tekur mælingur hérna og hann sýnir bara eingöngu mælingar hérna niður við Frísundabygg sem er hérna þú veist bara Móavík og Krummavík sem held að sé hérna bara aðeins utar og Móaberg. Það sýnir enga mælingar upp í Stekk og enga mælingar hjá Sigríði Ingólfsdóttur sem var hérna út í Arnarholti. Þetta er töluverður munur hérna á fjallag þarna uppbyttir. Já. Þannig maður velti fyrir þessi spurningu, af hverju sýndi hann ekki þessar mælingar þaðan? Og líka hvernig hann talaði, sko, svona mjög sár út í umhverfisstofnun og ráðuneytið og heilbrigðiseftirlitið og það var eins og bara að hann væri með einhvað agenda, sko, að sanna það að hann hefði haft rétt fyrir sér eða svona, veist, og þá hvernig hann talaði hérna að þetta væri eins og gamlárskvöld og mjög gildislegar yfirlýsingar. Þetta er svona
hlutur sem maður svona veifa rauðum flöggum hjá mér sko, en ég ætla ekki að segja að það hafi verið með eitthvað agenda, þetta svona daldið, ef þú vilt vera hlutlaus og vera faglegur þá ertu ekki með svona yfirlýsingar sko. Hvað varðar þetta stóran hóp íbúa sko? Hér hafa verið 3 íbúar hjá mér í 2 þáttum að ræða þetta mál, en hvað þetta margir sem að... Sko það var íbúafundur á Kjalarnesi þetta mál, þar sem mættu held ég 10-20 manns frá borginni, bæði pólitískar og opinberir starfsmenn og það mættu held ég 15 skotveiðimenn og ég held að þau hafi verið 4. Og meðan við allt það hafari og fár sem hafa búin að vera kringum þessi mál þá hélt borgin að myndu mæta svona 200 manns en þau voru 4 og það það sem sko ég dreg ekki úr því að þeirra upplifun örugglega sú að þetta sé ónæði og þau hafa náttúrulega lýst í bara fjálglega hér í þáttum. Það þeirra upplifun og við viljum náttúrulega reynda að koma til móts við það með að draga sem mest úr háaða frá skotrinarsvæðinu en getum líka bent á það að það eru 2 skotsvæðana SR sem með riffilvöll og haglabyssuvöll og við erum bara með haglabyssuvöll síðan verið að skjóta í Álfsnesi í Varg og þar eru náttúrulega notaði miklu stærri hleðslur í haglaskotin heldur en verið að nota við leirtúfuskotimi og mig grunar það að þannig sé dálítið fara að blanda saman öllu þessu þrennu vegna þess að leiðu var búið að loka hjá skotarinn á laugardeginum að þá kom kvörtun að við varum að skjóta og það kom líka fram í þættinum hjá þér að þau gerðu okkur það að við hefðum mætt hana til þess að skjóta á svæðin okkar í sérstaklega til þess að ergja þau þangaður umræðan komin sko. Það sem var alls ekki, ég fór yfir gögn hjá okkur sem sýna það fram á það var engin á svæðinu og við erum með sem sagt öryggiskerfi þarna sem ég get alveg farið inn og séð allt hvernig það tekið af og ég fæ alltaf meldingar það hvernig öryggiskerfin tekið af og hver gerir það og það var enginn frá okkar vegum sem var hérna á svæðinu sem var að skjóta eins og þau voru að segja sko og þannig að það alveg, þetta út í hróahætt hjá þeim að segja það að við höfum verið að skjóta þarna og það kom strax kæra náttúrulega það kom póstur frá heilbrigðiseftirlitinu sem bara svaraði náttúrulega og fór yfir þessi mál og við erum ekkert að skjóta þetta og það verður ekki gert að meðan við erum ekki með starfsleyfi og við höfum aldrei gert það. Eru þið til í að hitta þessa ónáðu íbúa og í bara enn einum þættinum þetta því að margir horfa til þessa mál sem einhvers konar prómáls í íbúalýðræði og öðru slíku og myndu þið ef við myndi reyna að koma ykkur í sama þátt með hinum ónáðu íbúum myndu þið vilja koma hér í næstu viku eða þann næstu og þannig að við fengjum svona viðbragð við rökum og mótrökum. Já, við erum að fara að hitta hér núna mánudaginn að fara yfir málin með þeim, hvað verður næstu skref og síðan bara í framhald af því getum við skoða það. Við reyndar stungum upp á þessu fundi þannig upp á Kjalarnesi. Við borgina og þau að það var miklu sniður að hittast bara í samráði og að vinna úr þessum málum saman. Kannski án þess að væru myndavélar í kringu þig. Já, og bara að reyna svona eins að sko við erum allir að vilja gera til að minnka hljóð frá skotvöllum og við höfum sýnt það í verki. En þegar að sko kærun að koma inn sko það sem bara kært fyrir blýmengu, kært fyrir þetta sem hefur enga stoð í raunveruleikanum. Þá náttúrulega eitthvað kannski annað agenda í gangi heldur en að ná einhverjum sáttum. Það svona kannski bara fólk á móti skotuðum, það má vera það sko og það kannski kært út af því eða einhver öðru, maður veit það ekki en allavega það hefur ekki orðið neitt hvorki frá þeim nýja borginni einhver sem þannig að verður komið svona einhverju samstarfsvettvangur milli íbúa og skotuðumanna til þess að leysa þessi mál. Það er alltaf best. En Róbert, af því að hefur verið talað forréttindi ykkar skotuðumanna upplifir þú frekar fordóma? Við erum ekkert með forréttindi við erum fordóma nei, ég veit ekki hvað ég að segja því en bara hlutlaust? Já, við erum bara menn eins og fjölskyldumenn eins og aðrir menn og við erum bara
við erum bara að stunda okkar sport. En þeir eru stundum menn með læti. Já, við telum okkur verið undir mörgum, þannig að við erum með svæði þarna með starfsleyfi og stundum allavega. Það er mest, sko, þeir sem tóku þetta mest inn á sig þessar loku voru nú skotveiði konurnar sem eru félagin okkar. Það eruðu sko mjög reiðar. Já. Og við ætlum nú að reyna að fá einhverja með okkur hérna, það er náttúrulega allar á þriðjuvaktinni, þannig að Segur minnst ekki að það ógrátandi við 3 kallar hér að tala konur á þriðjuvaktinni. Já. En en hvað hafið þið gert síðan þessi úrskurður féll? Farið þið eitthvað annað núna af ykkur sem þið lítið á þessum tímabundið þeirri? Við höfum ekkert farið eitthvað svo núna, þetta er náttúrulega ný skeið og þannig að við erum náttúrulega á miðju veiðitímabili, þannig að við erum svona svolítið mikið að veiða núna bara. Bara af ykkur upp til fjalla? Það er uppnaveiðitímabil og það er gæsaveiðitímabil og önd og þannig að við erum bara að stunda það núna og við viljum fara vel æðir í það. En hvað liður margir dagar frá því úrskurður féll þá til skotsvæðinu var lokað? Var það bara samdagur? Það bara kom, við fengum enga fyrirvara á því, það var bara samdagurs. En SR-svæðið er ennþá opið, það er á undanþágu, þannig að við getum haldið verkleg skotorðun á skeið. Það er á undanþágu? Já, og menn geta eftir sig þar. En svo undanþágu rennur út áramótin. En það er spurning hvort að þeir sækja aftur undanþágu eða reyna að sækja starfsleyfi. Eru þið karlar í kreppu? Já, við erum skotveiði fólk í vanda. Já, og konur, karlar og konur í kreppu í þessum skotveiði hópi. Það er ofta reynd að klína á okkur frekju miðaldra kalla stimplinu sko. Og það er langt frá því, við erum mjög miklir indismenn og konur í þessum bransa og við erum bara að tala við fólk og reyna að leysa málin. Og konur fyrir fjölgandi í þessum alla velkonar, þú veist. Þeir fyrir fjölgandi í þessum klúbbum og við erum bara að reyna að halda okkur æfingum með því að hafa þessi svæði og viljum bara að menn séu vel æfðir og menn séu bara þessi bara félagskapur sem á að geta gengið í samfélagi eins og við búum í, sko. Það er alls konar íþróttir sem menn stunda og við erum eina af þeim. Og bara til samanburðar þá eru í Danmörku sem er þriðja af Íslandi eru 220 skotvellir og þá er ekki verið að tala með sko skot íþróttavellir og þar er allt í himnalagi og þar er til dæmis á Álsnesi þeirra kaupmannhanna búa sem er að Amager, þar eru 3 skotvellir, gólfvöllur og útivistarsvæði og Fíls verslunarmiðstöðin, allt á sama blettinum. Og ekkert vandamál, það er bara sagt, þetta er opið þarna. En þeir eru ekki með fjöllin sem að skotkvöldunni bergmáli í Esjunni og magna upp og... Nei, þeir hafa þessi sömu viðmið samt og við í desibelum. En það er ekki bergmáli samt, það er sér breyta. Það er tekið inn í þessar mælingar, sko. Já. Það er náttúrulega bergmáli magnar upp hljóðið, þannig að þetta verður bara verra fyrir okkur, sko. Þá þurfum við að vera ennþá lægri, heldur Danir í byrjun. Munum við fylgjast spennt með þessu næstu vikur? Verður eitthvað frekara viðbragð af ykkar hálfu í bili? Nei, nú fer þetta bara í þessa stjórnsýslulegu leið, sko. Við munum sækja starfsleyfi og ósköttur undanþágu. Og síðan vorum við að ræða það hvort þetta maður fara í dómsmál. Já, er það? Eru það að ræða það? Það er svona verið að skoða það, en þess að okkur finnst þetta að vera ekki rétt stjórnsýslulega hvernig maður farið að þessu. Þannig hendin leikreglum í miðju svona ferli, án kynningar eða sko við áttum við að fara að bregðast í sænskum reglum sem við áttum eftir að staðfæra. Þetta er ekki góð stjórnsýsla. Þannig að þeirra íhuga dómsmálin ekki búið að taka ákvörðun það og hvort það verður? Nei, það var svona, já, það kom upp svo hugmynd að fara í þann pakka. Við höfum alveg augljóslega grunn til þess, en hvort að við gerum það tíma til þess eins og Róbert segir, við erum ekki fjársterk félög með óendanlega peninga og allt í sjálfbáðinu, þannig að maður þarf að velja sínar orrustur. Þá held ég við komumst kannski bara ekkert lengra með þetta í bili, en það búið að vera áhugavert og forvitnilegt fyrir hlustendur og áhorfendur að heyra eitthvað sjónarmið sem sannarlega eru gjörólík þeim sjónarmiðum sem hér hafa verið rifið og ég held að tilbúið standi, við skoðum þetta kannski í annari viku eða svo hvort við getum ekki bara búið til þátt með öllum hlutaðingandi. Það er alveg skoðandi. Já.
Já. Kærar þakkir fyrir komuna Áki Ármann og Róbert Reynisson. Við höldum áfram að fylgjast með þessu máli. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.